en ég kom með góðan gest til mín í stúdíó. Það er hún Ágústa Eva. Góðan og blessaðan daginn. Já, halló. Við erum búin að sitja hérna bara að spjalla hérna í smá tíma. Hægt að koma þér í loftið. En jæja, þú ert búsett í Hveragerði, eiginlega bara svona gamla bænum þínum. Já. Og meira að segja í húsinu sem þú ólst upp í. Já. Sem nú ekki leðilegt. Nei, það ekki leðilegt. Og þú ert aðeins búin að vera að gera húsið upp og svona. Já, ég að því núna líka. Ertu sjálf í einhverjum að smíða á eitthvað? Já. Ég að smíða eldhúsinnettingu núna. Já. Já, og að smíða lógrekki. Og hvernig gengur? Það gengur mjög vel. En hérna, þú ert búin að svona, þú ert búin að gera ýmislegt. Þú ert búin að leika og þú ert búin að vera að syngja og hérna, þú ert búin að koma nálægt svona alls konar verkefnum. Og þannig að maður ekki gleyma Eurovision. Nei, við skulum ekki gleyma Eurovision. Það sem að þú náttúrulega komst inn í, þú spilaði inn í ákveð svona hlutverk. Já. Þetta var náttúrulega hlutverk sem var í svona 2 ár áður en að Eurovision kom til sögunar. Þannig að Eurovision var eiginlega svona endurinn á þessu hlutverki. Já, ég man þetta var náttúrulega, þetta voru þættir sem voru sýndir á Skjá 1, það ekki? Já. Alveg rétt. Sjáumst með Silvíu í nótt. Já. Varst þú eitthvað inn í svona handritagerð og ýmsu öðru í kringum það verkefni? Já. Þetta var 2 manna verk. Ég og Gaukur Úlfarsson heitir hann. Við skrifum þetta saman og gerðum allt sko. Gerðum saman alla framleiðslu sko, sem er eiginlega bara að tilheyrir ekki alveg í dag. Það er oftast miklu fleiri fólk við svona framleiðslu heldur en. En svo er svo sérstætt sko, eftir að þú kemur hérna út og tekur þannig á karakter hérna á allt liði í kringum Eurovision, þetta er náttúrulega stór heimur. Já. Að hérna árin og eftir, þá fara allt inn að koma fram svona karakterar. Já, einmitt. Þannig að hérna. Lady Gaga, ertu að tala um hana? Nei, ég er að tala um hérna, hvað hétt hún hérna, hún var ekki úkrainsk eða Verka, svo Duska. Hún var með svona stjörnu á hausnum eða hann. Já, í Eurovision. Já, einmitt, já. Þannig já, og það komið svona karakter inn í keppnina eftir að þú komst. Já, einmitt. Og líka bara inn í, eins og Lady Gaga, hún sá hérna, hún var að horfa á Eurovision með henni hérna, hvað heitir hún, Magadansmær sem er líka útvarskona og sjónskona? Já. Margrét Erla Mock. Hún átti kærasta sem var með Lady Gaga í hljómsveit. Okay. Í New York, já. Og þær fóru saman okkur pub að horfa á Eurovision og þá sá hún Silvíu í nótt og þá sá hún, herra þetta er sniðt. Hún fékk hugmynd. Já, ég ætla að gera svona karakter og þá bjó hún til Lady Gaga. Já, skemmtilegt. En svo náttúrulega ertu búin að vera í alls kyns inn í leikhúsunum og náttúrulega búin að leika Línu Langsokk. Já. Nokkru sinnum allavega. Nokkru sinnum. Hvað var þetta langa prósess? Guð, hvað ætlaði ekki að hafa ekki verið svona 3 ár? Já. Það var mjög gaman. Gaman? Jú, svona aðeins öðru sig? Já, rosalega gaman. Bara algjör heiður að fá að gleðja svona mörg börn. Já, nákvæmlega. Það er bara forréttindi. En eins og ég segi, þú býrði í Hveragerði, svona betra að vera svona í rólegheitunum heldur en að vera í bænum? Það er allt annað, já. Það er einhvern veginn hendar mér betur. Ég er náttúrulega alveg upp við það. Já. Þetta tímaleysi og þú þekkja að vera hérna aðeins fyrir utan stressmörk lífsins. Svo er þetta líka Hveragerði er eiginlega svolítið þannig bæra, þetta er svolítið eining af því að það er hérna mikill samhugur á milli fólks í Hveragerði. Já. Þannig að já, mann er svolítið svona eins og smábæjar feeling, eins og getur sagt, og Hveragerði sé ekkert endilega smábær. Nei, já, einmitt. Það fyrir eftir hvernig lítur að það. Já. Hvað er það mörg á Selfossi? Við erum alveg komin í stóra tölu hér og hér búið fjölga í raunum 6 á dag. Nei. Allavega, í daggóðan tíma, þetta sé búið að bætast við 2000 manns í bæinn núna á síðustu 2 árum. Nei. Jú, það sletti. Vá. Fyrir öll stækkandi. Já, einmitt. En það er svo sem búið að vera stækkun í Hveragerði líka og heldur áfram. Já. En þetta er samt, Hveragerði er mikill tónlistarbær, mikill listabær. Já. Og það er alltaf að bæta í tónlistamennina sem er að flytja í bæinn líka. Já, og bara svona listaflóruna. Þetta er náttúrulega bær sem að byggðist upp af listafólki. Það var alltaf bara sumarbústaði
fyrir listafólk, myndtökvara og skáld og þess aftur og það einhvern veginn að trekkir endalist þannig svona sálir til sín, ég veit ekki, það er umhverfið og líka bara einhvern veginn svona einmitt kjarni andans, svona bæjarandans er einhvern veginn þannig, svona frekar svona skapandi og rólegur. Það er líka hljómlista félag í Hveragerði? Já. Þú voru ekki svo reyna að komast eins og fyrsta konan. Í hljómlista félag? Já. Ég hef nú sungið nokkur svona með þeim? Já. Þannig að það er bara mjög gaman sko. Ég er búin að stríða heimir svolítið ofta á þessu sko. Þannig að það er fyrst að fyrir nörgla að hlæja. Ok, En þú ætlar að halda tónleika núna í Hveragerði, það er náttúrulega blómstrandi dagar framöndan í Hveragerði, skemmtileg bæjarhátíð sem við ætlum að fá að vera með hluti af hérna á Suðurlandi. Já, gekkja. Þannig að þú ætlar að halda tónleika á morgun í Skýrgerðinni. Já. Og þetta er náttúrulega gamla Hótel Ljósbrá. Já. Fyrir þá sem að þekkja til í Hveragerði. Og salurinn þarna inni, það er búið að gera hann upp og hljómburðurinn þarna inni, hann er svolítið skemmtilegur. Já. Ég einhvern veginn, það er bara, hann er ekkert of stór þessi salur. Nei. Og finnst hann bara alveg einstaklega skemmtilegur. Hann er svolítið kósí, sko. Já, hann er það eiginlega, sko. Já, þetta er náttúrulega gamla bíóið og þetta er bara svona gamalt svona félagsheimili einmitt sem er búið að gera upp og það er ótrúlega bjart og fallegt og gott að vera hann inni, ótrúlega góður andi. Þetta er sem sagt sko opnunardagurinn og blómstrandidögum er á morgun. Já. 5. daginn. Hvað er ekki 17. morgun? Jú. Og við ætlum að slá upp sem sagt svona dansiballi. Ok. Þannig að þetta er ekki beint, þetta er tónleikar / dansipalli. Já, ég held að þetta væri tónleikar, síðan tónleikar. Af því að við erum sko búin að halda þrenna tónleika sem heita uppáhaldslögin Ömmu og eru með lögum frá árið 1945 til 1960 Litla flugan og svona gátu voru kallar eitthvað svona stemming sko og þeir hafa gengið svo vel að það hefur alltaf bara verið uppselt. Þannig að okkur langaði einhvern veginn að taka næsta skref með þetta og fara alla leið og gera svona dansiball eins og voru í gamla daga, þar sem það mæta nokkur startpör og það er dansaður polki og það er dansaður ræll og það er komið til að dansa. Skemmtilegt. Þú veist, það var svo mikið af svona dansleikjum og það var ekkert verið að koma endilega til að drekka sér fullan, það koma til að skemmta sér. Og það er það sem við ætlum að gera á morgun, að ná upp þessari gömlu góðu stemmingu sem að einhverju hafa upplifað og er æstur í upplifa aftur og aðri sem að naga sig í handabökinni yfir að hafa mist af þessari menningu en er kannski og afa sem er kannski hlustað á tónlistina með. Þannig að þetta verður, ég er bara mér búið að langa þetta svo lengi sko, ég alveg svitni í lóanum og lag svo til, þannig að þetta verður æðislegt. Frábært að grípa leika tækifæri á þessum dögum. Já. En ætlar saman hljómsveitin að vera með þér? Já, það eru algjörir snillingar með mér. Óskar Guðjónsson, saxofónleikari, hann verður hana, og Kjartan Valdimarsson, píanoleikari, Mattías Hemstokk, trommuleikari og Þórður Högnason, kontrabassaleikari. Þannig að þetta er alveg bara algjört alið sem að verður hana. En þú ætlar að fara í lög eins og Manstu gamla daga, í Rökkuró, Litla flugan, hver mann gett því. Og svo síðasti vagnin í Sogamýri. Þetta eru skemmtilega lög. Mjög, mjög skemmtileg. Og þetta eru svona lög sem að fjölmargir kunna textan við. Já. Þannig að alltaf syngja með. Syngja með. En allavega þú setur þetta þannig upp að gefst tækifæri til að skopla stórfjölskyldinni saman í bílinn. Já, þetta er sko fyrir alla. Þetta er skemmtilegt orðalag. Já. Þetta er á morgun klukkan 8 og það eru einhverjum miðalausir en þá á tix.is. Ok, þannig að þetta kíkja þar inn og leita undir tónlist. Já. Mér finnst þetta frábær hugmynd og líka að setja þetta upp í þennan búning, þennan gýr að bara lega fólki dansa. Já, akkurat. Ég veit að hvernig ekki að taka vel í það. Já, ef að gefa 2 með það. Ef að gera það? Ef að gera það. Herri, við skulum spila eitt lag og svo skulum við gefa eitt með. Ég mætti að heyra kannski síðasti vagnin í Sogamýri.